Staðir, atburðir og persónur tengjast oft með einkennilegum hætti. Þess vegna erum við komin vestan á Rauðarsandi, hingað. Þar eru persónur sem tengjast þessu húsi, Stjórnarráðshúsinu. Við förum fram og tilbaka og í hringi í tíma og rúmi í þessum þætti. Góðan dag, blessaður. Velkomin, gáttu inn fyrir múrveginn. Já, það eru miklir múrveggi hérna. Já, það er breyst árið frá 1771. Já. Það er oft breyst á tímanum en ég held að þeir gamlu sem voru hér klekkjaðir myndur ekki þekkja á þessu kynnu. Nei. En þó er sumt óbreytt. Hvað er óbreytt? Já, ef þú fer hér upp undir Rjáfur, þá sérðu það er ekki mikið breyst frá því sem þá var. Nei. Þeir myndu kannast við sig. Já. Býst ég við. Já. En annað er breyst. Ekki hérna til dæmis? Ekki hér, þetta var nú ekki svona í þann tíð. Nú hér kemur þið inn í skrifstofu forsætisráðherrans, áður skrifstofa utanríkisráðherrans og hér í eina tíð var helmingurinn þessu herbergi frúarherbergi landshöfðingjans og þar á undan voru hér tveggja herbergi íbúð og eldhús fyrir yfir varðmann fangelsisins. Og hér fyrir innan hins vegar í herbergi sem vanlega er kallað ríkisstjórnarherbergið. Hér í þessu herbergi voru tveir klefar, hvor fyrir 4 hættulegustu fangana. Það er að segja 8 og svo aftur í norðurendanum var annað eins fyrir hættulegustu fangana. En nú eru vanalega hér bara 10 og ekki nær eins hættulegir, vona ég. En Hannes Hafstein hafði skrifstofu sína hér sem fyrsti ráðherrann og hafði þá lítið kamið sér fyrir innan það sem hann gat lagt sig. Það voru ekki slík hugurheit um fangana hér í gamla daga og reyndar fangelsið endist nú ekki um 50 ár, þá var að hleypa föngunum út vegna þess að sultur hefði gripið sig í fangelsinu og þeir voru ekki vel haldnir þá, ekki eins og sumir sem þú tala við núna. Þú ert búin að gera með forvitinum lofti svo ég ætla að fara og skríða þar og þakka þér kærlega fyrir. Þakka þér fyrir og leiðin út Ómar. Já. Taktu sérstaklega eftir þykktin á veggjum þessa hús. Það er sennilega, hann á sennilega við þennan hér. Alveg massífur múr. Þótt andlitin og persónurnar séu margar sem sjást í tómu ríkisstjórnarherberginu, styttur, málverk og ljósmyndir af forsetum, ráðherrum og ríkisstjórnum, getur enginn sagt með fullri vissu að hér sé ekki líka enn á sveimi andar þeirra sem sátu hér á þessum sama stað, hlekkjaðir fyrir tæpum 200 árum. Eða er allt sem sýnist hér? Það er hér í horninu milli styttu af Kristjáni Eldjárn og málverks af Hermanni Jónassyni, morðingjarnir Bjarni og Steinunn frá 7. á. Þar sem fagnandi menn fullöldinu lýst og fánan drógu að búni á risihús sem ríkisvaldi forðum reist á Arnarhólstúni. Leynist mikil sorgarsaga, svartra þjáningar daga. Þegar vandar höggin voru gjöldin fyrir að virða ekki reglur og aga. Þar sem ríkisstjórn og þjóðarinnar höfuð þessu húsi nú ráða, gistu forðum glæpamenn og þjófar gengu hérna til náða. Þreyttir sér í fletin fleygðu, framtíð enga þeir eigðu. Hljóðlaus hangist inn í hryggum augum bjó er höfuð glúpni þeir byggðu. Þó að hérna hafi fyrir löngu flest að fullu gengið úr skorðum, leynast kýtrur og varæðstu sölum eins og þær voru forðum. En hér andar er á sveimi eins og húsið þá geymi. Undir súðinni þeir ennþá sitja hér sem aftan úr fortíðar heimi.
Fyrir 10 árum hittum við hér leikarana sem leikur Bjarna og Steinunn á Sjöundá í sýningu Ellert Svartfugli eftir Gunnar Gunnarsson í járnum upp á lofti. Uppmyndir súð í Stjórnarráðshúsinu allt með sömu ummerkjum eins og var á 18. öld þegar þetta hús var byggt. Það liggur við þessi sama rykið hér á súðinni. Og undir múrnum hafa þau komið sér fyrir Sigurður Karlsson og Margrét Helga. Segið mér, hvernig fóruð þið að því að undirbúa þetta verk? Var það með því að setjast inn á svona staði eða fara vestur eða hvernig gerðu þið þetta? Við fórum bæði vestur, vísu sitt hverju lagi. Já, við fórum nú ekki saman. Nei. Og hvaða áhrif hafði á ykkur að koma á þessa staði? Að Sjöundá? Hefðu þið ímyndið einhvern stað svona? Ég hafði ekki ímyndið með þennan stað svona geysilega fallegan. Nei. Mér finnst þetta alveg makalus fegur þarna. Og miklar stemningar sem myndast. Þú ert erfitt með að koma orðum að því? Já, í rauninni. Ég lenti þarna í kvöldsólinni og sá sólarlagið við Látrabjarg og ég fór að hugsa Bjarna og Steinunni og mér fannst þetta svona eiginlega staðurinn næstu bjóða upp á svona sterkar tilfinningar. Já, en er ekki eiginlega ótrúlegt að svona leiðindi atburði skulu geta gerst á svona fallegum stað? Eða er það kannski? Það gæti nú verið einmitt vegna þess hvernig hann er staðurinn, en hann er ábyggilega ekki alltaf svona fallegur. Ég var þarna 17. júní og í mjög góðu veðri líka. Fyrir varir erum við komin vestur á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandarsýslu í pílagrímsför og slóðir Bjarna og Steinunnar í kjördæmi forsætisráðherrans og fæðingarsveit annars ráðherra. Þessi flati rauði sandur niður að byggðinni 10 km langur og 3 km breidd ber nafn með rentu. Fyrir vestan er alger andstæða Látrabjarg sem rís úr sjó. Það er að falla að, en sjórin æðir marga kílómetra land upp á hverju flóði. Forvitnin togar okkur í áttina Sjöundá, bæjarrústunum upp á hjallanum undir fjallinu framundan, þar sem hinni magnþrungnu atburðir gerðust fyrir rúmum 180 árum. Þeir eruðu kveikjan að einu snilldarverki íslenskra bókmennta þegar Gunnar Gunnarsson síldir hér framhjá. Það brimar hér í blíðviðrinu og minnir á voveiflega atburði sögunar. Utar er bærinn Skor þar sem Eggert Ólafsson ýtti frá landi í hinstu för, undan hlíðum þar sem fjölmargir hafa hrapað til bana. Þetta er einn af fáum bæjum sveitarinnar sem ekki er byggður á sandi og skáldið leikur sem með þá þverstæðu í sögunni að hér var einhver ógnarlegasti óhamingjublettur sveitarinnar, vettvangur hamslausra ástríðna sem steyptu tvennum hjónum á bænum í glötun og tortímingu. Fjárhús eru niður á kampinum en bæjarhús ofar. Í sögunni lýsir Steinunn því hver þrá hennar eftir ást og hamingju í sambúð með Bjarna Bjarnasyni var öllu öðru yfirsterkara. Líka þeirri staðreynd að þau voru bundin hvort í sínu hjónabandi, hann Guðrúnu Egilsdóttur, hún Jóni Þorgrímssyni, sem hlutu því að deyja svo að elskendurnir gætu notist. Innan þessara veggja logaði vítiseldur haturs, unsuðu Steinunn og Bjarni losuðu sig við síðustu hindrunina með því að sálga Guðrúnu Egilsdóttur utan við bæinn. Fegur staðarins stingur í stúfið hinnar hroðalegu atburði, en kannski hefur þessi fegurð ýtt undir hina óstjórnlegu þrá þeirra eftir að njótast ein í unaði hennar. En það hertekur engin hamingjuna, sagði Steinunn. Mörgum vikum áður hafði Bjarni veitt Jóni Þorgrímssyni manni Steinunnar högg með broddstaf sem banaði honum, kastaði honum í sjó fram en þegar líkið rak upp aftur geymt það í skafli fram á vorið þar til að varpa því annar staðar í sjóinn. Þetta mun vera broddurinn á stafnum sem á að hafa verið morðvopnið. Hann er geymdur í byggðasafninu á Hnjóti í Ölfushöfn sem einn afkomandi Steinunnar, Egill Ólafsson, hefur komið upp af einstæðum áhuga. Þetta byggðasafn var vígt í ferðalagi Vigdísar Finnbogadóttur forseta Íslands þessar slóðir árið 1983. Auk hins frábæra safns hefur afkomandi Steinunnar væntanlega sýnt forsetanum minjar rauðsendinguna dauða dæmdu sem geymdir voru á sínum tíma í sama húsi og forsetaskrifstofan er nú í. Móðir Egils, Ólína Egilsdóttir, er barnabarn Steinunnar. Hún var tvítugt þegar bein Steinunnar voru grafin upp úr dys á Skólavörðuholti og sett í vígðamold í kirkjugarðinum við Suðurgötu. Hún er nefnilega orðin 92 ára en er fædd og uppalin á Sjöundá og vann ung við kolanámu í Stálfjalli ofan við Skor. Inni í bænum er mynd af Sjöundá eins og bærinn var á hennar dögum. Og við hittum hana máli og spyrjum hana fyrst, var gott að eiga heima á Sjöundá? Já, ljómandi. Skemmtum að sá svo mikið. Já. Fram á sjóin og
Og þegar maður fór á dalinn 7. dalinn þá sá maður yfir Breiðafjörð og annað. Það var reglulega skemmtilegt þarna. Þetta var svo góð beit fyrir skepnur. Þetta mjög góð fjárjörð. Já, afskalið þetta hvergi betra Rauðarsandi. En við mættum í það leita. Hún er svo grös í skórin og hlíðarnar og þar uppi. Þegar þú varst þarna á 7. og var ekki stundur sem að koma upp í hugan þessir atburðir sem urðu þarna fyrir heilli öld? Það var mikið talað þá. Ég var alveg upp, það getur sagt þér. Og ég veit alveg hvað þetta skeiði. Og ég var eftir því ég var svo leið, vorum að vaka yfir túninu. Það var alltaf að vaka yfir túninu til að fá grasi og gorðunum. Sko til þess að fá sprettuna á túnið. Svo fékk ég ekki, það var engin girðing. Ekki með einasta bæ, það sást ekki girðing grennstaðar sem nú voru á því. Og þá ég var nóttu til því ég var nú oft fyrir því að passa fyrir. Og þá voru maður að hugsa þetta hefði skeið þarna og þetta var svo mikið talið um þetta. Á steinum sita bandvarleggjum í og beiskar dreggjarnar treina. Sjá í anda fuglinn svarta fljúa, frjálstum kletta og steina. Sárt sálinni að dýna, sitja í myrkvin og rýna. Út í tómið þar sem eiga þeim að dæmast eilíf refsing og pína. Út í tómið þar sem mig okkur að dæmast eilíf refsing og pína. Hvítar öldur undir hamraveggnum blakka, hryllingssöguna gnauða. Drekja minningum ást og yndi, út við sandrifið rauða. Djúp og sári sorgarnauðin, sakkar þér eru brauðin. Brostin augu þeirra býður ekki neitt, bara öxin og dauðin. Brostin augu okkar býður ekki neitt, bara öxin og dauðin. Þrútið loft og þokudrungað vor, þar sem ástríðan flóði, sem þau eigað ítu kaldi skor og enda lífið í blóði. Ennþá írir úr bárum, ennþá síður í sárum. Og þegar gengið grundina í þögn, þá grætur híminin tárum. Ennþá írir úr bárum, ennþá síður í sárum. Og þegar gengið grundina í þögn, þá grætur híminin tárum. En í dag þá líða margir miklar nauðum, myrkar nætur þeir vaka og yðrar sárt þótt engu fáist breytt og ekkert tekið til baka. Ennþá írir úr bárum, ennþá svíður í sárum. Og þegar gengið í grasinu í þögn, þá grætur híminn tárum. Ennþá írir úr bárum, ennþá svíður í sárum. Og þegar gengið í grasinu í þögn, þá grætur híminn tárum. En höldum áfram ferðalaginn 86 í kjördæmi Steingríms Hermannssonar, þáverandi forsætisráðherra, og sláumst í för með honum. Leiðin liggur Strandir þar sem faðir hans, Hermann Jónasson, vann frækilegan kosningasigur 1934 og varð forsætisráðherra. Við ætlum í fjallgöngu, en verðum að láta okkur nægja að horfa á suma tindana því að forsætisráðherrann og þingmaðurinn, hann er tímabundinn. Það þó alkennd sárabót að geta virt á fyrir sér úr lofti og velt fyrir sér hugsanlegum uppgönguleiðum á snöggri ferð kjördæmi.
Tíminn leyfir að vísu ekki marga útúrdúra. Við verðum að snúa við og halda áfram norður. En fyrir fjallgöngumann sem jafnframt væri svifdrekamaður væri nú ekki amalegt að steypa sér fram af tindinum og svífa niður í Seljadal í áttina að Veiðileysufirði. Á leiðinni norður á Gjögri ekki hægt annað en að líta aðeins til hliðar yfir Reykjafjarðarkamb milli Veiðileysufjarðar og Reykjafjarðar. Í þessa átt að fara ef menn ætla inn í Djúpuvík þar sem komið hefur verið á fót hóteli á slóðum blóðrauðs sólalags og stórkostlegra síldarverksmiðju ævintýra miðja öldina sem fengu snöggan endi. En Reykjafjarðarkambur stendur óhagganlegur sem og önnur sjúklega fríkuð strandafjöll svo við slettum nú unglingamáli til þess að skerpa andstæðurnar. Að þessu sinni þó hvorki tíminn í aðstæðu fyrir Steingrim að reyna sig við þessi fjöll. Fyrir valinu verður fljótlegri bráð Reykjaneshyrna þetta ljúfa og fallega fjall sem stendur stakt út hjá Reykjanesi norður á Gjögri og því mjög góður útsýnisstaður. Það tími til þess að klífa það milli hádegisfundar í Reykjavík og kvöldfundar á Suðureyri. Nokkra kílómetra fyrir norðan Gjögur stutt að fara frá veginum og skjót gengið upp á fjallið. Þessi fjallganga þó varla í samræmi við læknisráð fyrir Steingrim sem nýlega hefur fengið ökklan úr gifsi eftir gagngera skurðaðgerð. Að það lítið til að misstíga sig þegar snjórinn brestur undan fótum og fætur detta niður á urð eða þýfi. Þetta gengur nú alltaf óskum. Í norðri njóta Drangaskörð sín vel þegar horft fram að brún hyrnunar í þá átt. Ef tími væri meiri væri hægt að kanna helli sem undir hyrnunni en nú gefst ekki lengur færi á neinum útúrdúrum. Forsætisráðherra íþróttamaður og keppnismaður í eðli sínu. Kappganga upp á fjall honum ekki á móti skapi og góðum degi og ætli hann sé ekki eini núlifandi Íslendingurinn sem hefur æft og keppt í fjölbragðaglímu, wrestling. Og senn komið upp á tindinn, Ávíkurbæirnir sem standa næst vestan við Reykjanesírnu, liggja nú fyrir fótum okkar, aftansólin sindrar á Trékyllisvík. Á góðum degi útsýni frábært, jafnvel til austurs og suðausturs. Nú að vísu aðeins byrjað að blása suðvestan og þykkna upp en þó sjást enn vel fjallin á Skaga handan við Húnaflóa. Steingrim, þegar þú kemur upp á fjall í kjördæmið þínu, líður þér eins og kóngi sem lítur yfir ríkið sitt? Já, mér líður yfirleitt vel á fjöllum, ég kann vel við mig þar og ekki síst hér. Þetta falleg byggð, mjög fögur byggð og margir sem hafa komið til Hólmavíkur, þar sem hérna að vísu fallegt, hafa reyndar ekki síðan nema brot á ströndum, að sjálfsögðu. Og þarna niður Árnes sem á að segja sig höfuðstaður þessara byggðar og þegar við stöndum nú hér að sitjum hér upp á toppi þessa fjalls þá dettur mér í hug saga sem þar gerðist 1934. Þá var framboðsfundur sem oftar en fyrir kosningarnar þá vorið og frambjóðendur komu þangað kvöldið áður sem seint og morguninn þá fannst faðir minn ekki og þegar gáð var betur þá sást hann standa þarna upp á tindinu sem heitir Árnestindur. Hafði þá risið snemma á fætur og gekk á þennan tind og hann sagði mér sjálfur að það hefði verið ein eftirminnilegasta fjallganga og sjón sem hann hefði notið. Dásamlegt veður og hann hefði bæði séð fallegt land og gerð sig grein fyrir framtíð þess, sagði hann einhvern tíma. En einhver atkvæði hefur hann sennilega fengið út á þetta hjá vörskum drengjum í þessari við? Já, hann náði kosningu sem margir spáðu honum ekki. Svo, jú, þetta hefur eflust haft sín áhrif. Einhvern tímann hafa nú hrotið vísur af vörum manna á heiðum hér uppi? Jú, það hafa eflust margar hrotið en þá var náttúrulega engin vegur, þá var, ef landleiðin var farin, þá var annarkvort gengið eða farið á hestum og komið þá hér yfir heiði oft eða farið með sjó og ég man nú eftir einni, það var hér póstur sem var mjög þekktur, Bensi póstur og faðir minn fór gjarnan með honum. Hann var sagður ætíð með pela af landa með sér og komst gjarnan svo orði
við þá sem með honum voru elskan mín, hann kallaði það elskan mín og einhvern tímann á hann hafa sagt við föður minn í slíkri ferð þér ekki kalt elskan mín og þá var sagt að faðir minn hafi svarað á bragði leið og hann tók við pelan og hann bauð honum pelan og sagði þetta þér ekki kalt elskan mín ekki fá þér sopa þá var hann sagt drýp ég í þitt dýra vín dæmalausi póstur svo ei mér kalt elskan mín þótt mig standi gjóstur. Og þetta á nú vel við þess að það svolítið gjóstuð hérna núna? Já, við bara höfum engan pela. Þetta kannski svolítið svipað eins og að standa upp á hefðartindi mikið embættis? Já. Það næðir Það miklu frjálslegra hér heldur en á tindum embættis. Eðli málsins samkvæmt svo mynd sem við fáum af íslenskum stjórnmálamönnum í fjölmiðlum næsta einhæf. Á fjallstindi argaþra stjórnmálana hins vegar víðsfjarri en fegurðin ein ríkir ótrufluð. En ölvað að tign fjallana sem ögrað hafa honum og föður hans allt frá morgunstundinni ljúfu árið 1934 megum við til með að teiga í botn nautnina sem fylgir því að virða fyrir sér hrikalega tinda sem virðast jafn ókleifir og það virtist ókleift árið 1934 fyrir hinn unga Hermann Jónasson að sigra þáverandi forsætisráðherra í kosningum, koma sjálfur upp á tindinn og taka við kóngsríkinu á Ströndum og í íslenskum stjórnmálum. Leita ég af drepsum sléttunar slóð, slétturnar engu leina. Ég þarf að fela mig fyrir þjóð, finna mig sjálfan og yrkja ljóð. Minnast við mold og steina, minnast við mold og steina. Þess vegna kýs ég að flýja á þinn fund, fjallið mitt góða eina. Láta þig geyma mig, stytta mér stund, stirðnuðu vængjunum lyft yfir grunn. Gróður reit mannlegra meina, gróður reit mannlegra meina. Þegar ég hungraður bíð brauð, bíður mér heimurinn steina. Hjá þér finn ég minn falda auð, fögustu blómin sem hugði ég dauð. Fjallið mitt, fjallið eina, fjallið mitt, fjallið eina. Á sama stað og hún hófst líkur þessari ferð okkar í tíma og rúmi í kringum stjórnarráðshúsið, forsætisráðherra fyrr og nú og tengslin við Vesturbyggð. Davíð, að lokum, nú koma hingað þjóðhöfðingjar og mektarmenn víða af heiminum og hér er þjóðhöfðingin og hér er þú með þína skrifstofu. Hvað finnst mönnum sögu þessa hús þegar þú segir þetta? Þegar við hefum fundið inn í ríkisstjórnarsalnum og ég segi þeim frá því að þarna hafi verið
setur mestu glæpóna landsins að mati samtíma sem þá var, verða með mjög hissa. En hingað hafa komið menn frá upphafi, merkir menn, bróður Napóleons, allt til Nixons fyrir Bandaríkjaforseta. Og hingað í byrjun komið menn til þess að týna lífinu ekki þannig að þeir væru lífláttir, heldur dó fólk hér vegna þess hvernig ástandið var og fæstum var vistin til lökkunarefni. Finnur einhvern tímann fyrir einhverjum höndum og sveimi? Ekki kannski öndum á sveimi, en maður er náttúrulega blindur og heyrnarlaus og þekkingarlaus en maður vissi ekki um þessa miklu sögu. Að þetta fínasta hús landsins á þeim tíma var ætlað fyrir